heitir I Cry. Og þá vel við núna, það eru margir grenjandi í umferðin út af veðrinu, þvílíkur viðbjóður, en ég nenni ekki að væli við. Það er mánudagur, 3. júní og hann situr inn að beint á móti mér hann Jón Gunnar Geirdal í fjarveru Björns Braga. Vertu velkomin, Jónsi. Takk fyrir það kærlega, vinnur. Hvað segirðu? Ég góður, eins og segir, burt sé frá miklu mánudagsveðri. Ertu búin að vera að væla yfir veðrun í dag? Ertu svona töðar eins og ég? Ertu búin að bölva þessu eða er þetta bara orðið sama? Ég minni það, veist, við búum hérna sko. Já. Maður er alltaf hérna hissa að sumarið sé ekki... En þetta var ekki svona í fyrra, ég var að útskýra það í hádeginu, þá var einhver að segja mér að hætta þessu töði. Já, ok. Í fyrra, á sama tíma, þá var bara þvílík bóngo blíða. Já, en er það ekki samt alltaf, maður aldrei eftir því, þú veist, vondu vetri eða vondu sumri. Maður heldur alltaf í minningunum að þetta hafi ræðislegt sko. Manstu þetta sumar, ég bara, þú veist, nei. En þetta er samt óþólandi núna og það er spáð svona alla vikuna. Já. Bara rigning og myrkur einhvern veginn. Já, bara grátt yfir og það er ekki verið að hjálpa deprimeringunum sko. Nei, það er sko það sem með sólskinni í hjarta. Já, því það er myrkur hérna 9 mánuð ári. Og svo er þetta bætast og Já, svo þegar júní er orðin vesen, það er ekki gott sko. Það er óþólandi, en við ætlum hins vegar að létta ykkur lundina í dag, kæru hlustendur. Við erum hér með fínasta þáttandekur. Hann kemur á eftir hann Logi Bergmann og ætlar að vera með Gettu blöð. Þetta er liður sem er oftast á þriðjudum, en þar sem hann Logi Bergmann er alltaf að keppa í golfi núna á þriðjudum, þá hef ég svona verið að færa þetta yfir dagana. Þetta var á fimmtudegin daginn og núna keppum við Jónsi í spurningakeppninni Gettu blöð hjá Loga Bergmann. Yndislegt. Svo erum við með sturla staðreyndir á sínum stað, Barnalandið. Jónsi, þú ert búin að finna eitthvað gott kaffi þar eða ekki? Já, þetta kemur alltaf jafn mikið orð. Einu skitt sem ég kíkja á þetta bara því dettin inn í álæsingar sko. Þetta er rosalegt sko. Það eru margir hressir þarna. Já, líka fólk er bara, ég veit ekki. Ert þú skráður? Nei, ég er bara alls ekki í því sko. Ekki nema ég væri að selja eitthvað dót sko. En það er vist rosa sniðut, fólk er að selja hluti þarna. Já, það er mjög sniðut, en að vera að auglýsa eftir einhverju ráðum bara í samböndum eða hei, mér leiðist hvað ég að gera, veist, hvað er í gangi sko. Við förum með þetta eftir. Þetta er inn í rættir, svo er netmisnotkunin, hún er líka á sínum stað, þannig að það er alltaf gerast. Heldur betur. Já, og við ætlum ekki að tuða veðrinu. Nei, hvernig er veður út á landinu núna, veistu það? Er þetta bara í Reykjavík eða er bóngo blíða fyrir norðan til dæmis? Mér skilst að spáin á Akureyri næstu 3 dagar sé 20+. Nei. Ég get svarið. Þetta meina þetta? Við ætlum að kanna þetta eftir. Já, þá þarf maður bara að drulla sér norður. Og hvernig er þetta búin að hafa? Er ekki allt gott að frétta af Nonna Plugg? Er þetta ekki pluggandi bara? Ég er alltaf að plugga. Jú, ég er bara mjög góð. Rólega helgi bara með grislingan í einhverjum feeling og bara fara að býja til að komast ykkur smá sumafrí. Já, ætlar að taka landsleikinn á föstudaginn? Já, mér langar á leikinn á föstudaginn. Já, það er líka sko, það er mikil spenna einhvern veginn fyrir leiknum núna. Maður finnur það strax á mánudegi. Já, líka, veist, ég ætla hérna alveg rólegur í bjartsýninni, en heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu er í Brasilíu næsta ári. Já. Ég myndi ekki hata það að fara þangað og... Myndirðu fara 100% ef Ísland kemist? Ég ætla ekki að segja 100%, en ég væri líklegur. Já, veist það, ég er ekki frá því ég myndi skella mér. Veist, já, þú fer alltaf pottið, sko. Þú fer á United, bara hull, bara á miðvikudegi því ég leiðist, sko. Þú fer á lasin. Nei, ég myndi samt, sko, ég hef aldrei komið til Brasilíu. Ekki heldur. Og ef þú hefur einhvern tíma, bara, sko, ef það er einhvern tíma nástæða, það væri það að var heimsmeistaramótið í fótbolta. Hvað það gerir kvöld? Ég ætla að fara á Ísland, Brasilíu. Já, okay. Og svo ætla ég að sjá England Svíþjóð á morgun. Já. Svo veit ég ekki með sundag. Ég er bara í Brasilíu slakur með reglíf í glasinu. Já, ég veit ekki, ég er mjög spenntur, þannig að ég er ekstra spenntur fyrir þessu leik, því við erum actually smá glæta. Já. Það er rétt. En, já, hér hef ég við Kings of Leon hér með You Somebody. Hér að hlusta á FM 95 Blu og já, ég er bara að fá SMS frá Bjössa, Birni Braga, sem á nú að vera hér með mér á mánudum. Hann er staddur á Siglufirði og það er vist bóngo blíða þar. Já, það ekki. Þannig að hann sá okkur að hætta að hugsa bara þetta borgarpakk. Já. Hætta að röfla hér í höfum. Það er líka sko, fólk fyrir norðan á skili gott við núna. Sko, það var ennþá snjórðar fyrir viku. Já, ég var það fyrir svona 2-3 viku síðan. Datt reyndar í bongo helgiðar. En svo bara 2 dögum seinna var bara snjókoma. Já, á síð bara. Já, bara vesen. Þannig að, já, þau skili gott fyrir norðan. Heldur betur. Þetta fólk fyrir norðan allt gott skili, það er bara þannig. Eindislegt. Það er eins og að komið að slúðri hér í FM 95 Blu og ég er með svona ágætis pakka. Það versta er ég fæ ekki senda FM-preppi lengur að því að þeir eru í einhverju sumafrí. Þannig ég þarf að finna allt slúður sjálfur, það er aðeins erfiðara. Þannig að Axel að vinna fyrir kaupmálinu. Já, búin að hinn núna. Ég ætla að byrja á Jerry Halliwell en hún var að opna sig í viðtali þar sem hún sagðist alltaf að hafa verið gríðalega skotin í George Michael. Það var alltaf verið að reyna við hann og daðra við hann og alls ekki fundið fyrir því að hann væri samkynhneigður. Það var ekki fyrir í einhverju símtali sem að, já, hún var svona að,
vonast til að komast á stefnumót með honum þar sem hann byrjaði að tala kærastan sinn og hún fekk bara nett sjokk og sagðist aldrei að vita að hann væri samkynhneigður. Aldrei hafa að vita það? Nei, þetta maður hringir ekkert í Pál Óskar. Nei, ég held sko þetta fór ekki fram hjá neinum öðrum held ég. Engum. Nei, og hún var vinur hans, eða vinkona hans. Þetta sæmilega upplýst sko. Þetta allavega að hún segir hérna að þau hafa verið mikið að vera að daðra og hún held á tímabili að hann væri skotin í sér. Já, ok. Já, það eitthvað. Bara hress og skemmtileg, George Michael í stuði, Röfli, Jerry Halliwell eitthvað. Það hefur nú samt alltaf verið eitthvað svona nett vesen á Gogga sko. Já, ekki nett, hann bara alveg steiktur. Er hann búinn að tapa sér eða? Myndur þú fara svo langt? Hann hefur oft tapað sér. Hann hendi sér úr bíl daginn. Hendi sér úr bíl á 70 km hraða. Já, og veið einhver fólk nokkuð salherni í einhver stöðu og eitthvað. Slakaðu á, þú ert George Michael, þú ert allan peningi heimi. Já, en það ekki bara orðið þannig? Þegar þú ert komin með allt, þá akkurat eitthvað svona að vera að lúra einhvern inn á eitthvað almenningssalherni til þess að... Já, og halda að komast upp með það. Já, það er spennandi. Ég held að þú viljið pínu bara komast upp með það. Já. Viljið bara vera með vesen. Já, þú meinar að hann vildi að það kemist upp? Já, þú veist, svona í einhverju undirmeðutund, þá að því að hvernig ætti það ekki að komast upp? George Michael... Er eitthvað svona spennufíkill í þér? Kannski ekki svona. Við förum úr George Michael inn á Bæðarbrekki í mig og spennufík. Ertu eitthvað svona á almenningssalernum? Nei, ég minna þar. Annað bara til að, já. Ok. Þannig að það er ekkert eitthvað svona, eitthvað gatan á vegnum á lemmónu. Vákvánu snöggir að henda okkur í þetta. George Michael að plata eitthvað fólk og yfir En hann ég samt samanlega, hann aðeins svona... Eins og hann brilljant tónlistarmaður. Góð tónlistarmaður. Ég væri mikið til að sjá hann live, sko. Já, hann ekkert mikið haldið á tónleikarsanduna. Nei, hann var eitthvað túr í fyrra með eitthvað svona lítið svona sinfó-gig eitthvað. George Michael og sinfó og taka bara best of. Það var mjög snuðt. Já, mér fannst það skemmtilegt. En hann var sko, ég las einhvern tímann hvort það var í fyrra eitthvað. Þá var hann hættur að túra á tímabila því að hann var vist bara svona stóner. Hann var alltaf bara friðinn heima á sér. Já, frábært. Hann vonandi að rífa svo. Ætla svo bara á píónu og taka Faith bara. Já, bara henda sér með sinfó. Svo næsta, ég held að hafi allir séð þessa frétt í dag og ég ætla nú bara að ræða hana eins við þig. En Michael Douglas segist að fengi krabbamein vegna munnmaka, sástu það? Já. Og hann segir að sem að þetta Michael greindi frá þessu viðtali við Guardian UK og hann segir að hann hafi fengið kynsjúkdóm sem nefnist HPV eða Human Papillomavirus. Það hljómar mjög Papillomavirus, já. Þetta víst kynsjúkdóm sem veldur krabbamein, segir Michael, en hann greindist með krabbamein í hálsi árið 2010. Þetta ekki bara sumt sem að maður svona lætur kjurt liggja eða? Ég hefði haldið það sko. Þetta ekki bara... Krabbamein í hálsa því að hann var í stuði með konunni? Já, ég meina hvað? Var það bara í Guardian-spjallið bara yfir kaffibótlegstar eða? Nei, ég fór bara, þetta eitthvað sem við urðum að vita eða? Nei, ég var bara fín, þannig að lasta. Já, þetta allt saman mjög steikt en hann nú... Þetta ekki bullshit þetta bara gerðist. En ég vissi ekki eins og þetta verið hægt. Nei, ég vissi ekki að geta fengið krabbamein eftir svona... Þetta er alltaf skelvileg fyrirsök, sko. Já, þetta það. Þannig að skelvileg, þannig að það ekki að hjálpa fólki sem ætla að fara ykkur að stuði. Nei, ég veit ekki með þinn, ég tek enga sénsar núna. Ég ætla að henda mér þetta niður, ég bara snarða hætti. Það bara dó. Svo það Beyoncé Knowles, en hún tók mynda sér í partí daginn að drekka rauðvín og svona að slá á sögursagnar að hún sé ólétt. En ég var með þess að búin að fjalla það hér í FM 95 blöð, það var annað barn á leiðinni. Já, byrjuðu þau ekki að koma eða? Jú, til Íslands, samkvæmt séu það heyrst. Já, ekki líf það. Nei, þannig að það Já, það Jay-Z og Beyoncé á klaganum. Já, getur ekki Nonni Plugg græðið einhverjum svona litla tónleika með þeim? Jú, ekkert mál. Ég hitti þau bara á Þingvöllum, rétt árið að henda sér í silfrun, en ekki að kíkja í bæinn og taka smá Plugg, Plugg og FM eitthvað. Reyndar sko, Jay-Z mjög ofalega þeim sem við langar best að sjá á tónleikum. Já, ég sá hann í fyrra með Kanye West í O2. Já, ok. Þannig að Game of Thrones, What's the Throne hann að pota hann. Það ekki veistlega það? Já, bara trill, sko. Já. Hann svo svalur. Kanye West svalur, hann steik. Já, sko, Jay-Z, einhvern veginn, ég myndi alltaf miklu fyrir ekki að vilja sjá Jay-Z heldur en Kanye ef ég ætti að fara bara annað sko. Og þetta var svona, þeir tóku þess að geggjuðu plötu, Niggas and Paris og þetta sem lög hérna, og svo tóku þeir svona best of sitt stöf, sko. Af sínu efni? Já. Ói, hvað er til ég? Ég var alveg bara, ég viðkynna að ég var í stuði. Já, þetta var slúðurpakki dagsins, margt áhugavert sem kom fram þarna, en nú ætlum við að fara yfir í íslensku deildina. Þessir kalla sig Úlfur, þetta er þeirra nýjasta og heitir Sofðu vel, og já, ég að fíla þetta í tællur. Gott lag.
Ísland mætir Slóveníu í undankeppni HM karlalandsliða á Laugardalsvelli á föstudag klukkan 19. Tryggðu þér miða tímalega á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar í toppbaráttunni í riðlinum. Allir á völlin. KSÍ. Njóttu sumarsins með Hawaiian Tropic. Vissu þið að smálum kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM. Makes me go. Þetta hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal og Jón Gunnar Geirdal með ykkur til 6 í dag. Og í fantastuði styttist í Loga Bergmann. Hann ætlar að vera hér með Gettu Blö. Svo er netmisnotkunnur sínum stað, Barnalandið og stjórnlega staðarindur og annað. En ég ætla að spyrja það núna, Jónsi. Já. Eins og ég hef spurt alla gestastjórnendur og bara stjórnendur þáttarins. Já. Ef þú mættir hitta hvaða 3 sem er í heiminum, hvaða 3 manneskjur myndur þú helst vilja hitta? Já, það er verið að vera á lífi. Það eru margir sem spyrja. Já, ég heyrði því og held ég Egil takið það. Það var hann fór að telja upp einhvern hauga okkur döðliði. Nei, Hjöppi var með hellinga Já, Hjöppi, já. Hjöppi vildi hitta, Jesús og Hitler. Já. En Egil var endar aðeins einfaldari. Hann vildi hitta Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone og Nicolas Cage. Já, vá. Frábært partíma. Það var hans listi. Já. Það var listin hans Egils, en hvaða 3 manneskjur komandi greinu við þig? Ég var að hugsa þetta, sko. Þetta er svona, hvað á maður að taka? Er þetta, maður bara að hitta einhvern á raugljónum eða bara að hitta einhvern? Já, þú færið svona klukkutíma. Þetta er ekkert... Það er klukkutíma? Já, það færið ekkert heilt kvöld. Nei, en klukkutími. Ég var til að hitta Obama. Já, það eru við sammála. Mér finnst að einhvað heillandi við það. Setjast niður með valdamestamann í heimi og bara pick his brain svolítið, sko. Já, ég held nefnilega, ég er líka, mér finnst Obama bara töffari. Já, slagur, sko. Já. Ég er gaman á hann. Ég var til að taka 1 og 1 með honum í körfu. Já. Hann alltaf í körfu. Ég vil hendur honum í keilu. Já, ég reyndar myndur að rúlla honum upp þar. Já, potið. En það æfi ég. Ég væri til að hitta Ferguson. Alex Ferguson, gott svar, okkur er dætt með þetta ekki hug. Já, ég væri til að taka klukkutíma og rauðinsglas með Alex. Hjöppi hitt eins og Alex Ferguson. Já. Og Hjöppi, hann spyr aldrei, þetta var Gummi Ben og Hjörvar Hafliðarsson, fóru fyrir Stöð 2 Sport. Já. Fengu viðtöl við Massini og eitthvað svona. Ok. Og Hjöppi, hann biður aldrei neitt svona mynd eða áriðinu, hann er ekki sami geðsjúklingur og nýja, sko. Nei. En svo sagði hann, hann bara gati ekki setja á sig, hann var náttúrulega með pressupassa og svona, hann var bara inn á Etihad Stadium, hjá City. Gati ekki setja á sig og sagði, Sir Alex, can I have a photo? Og bara Sir Alex sá að hann var með eitthvað svona pressupassa og eitthvað. Já. Fuck off. Nei. Já, bara drullar í börst. Nei. Hann var ekki sátt við hann. Þannig að kámaðurinn fekk fuck off frá Ferguson. Sir Alex Ferguson hefur sagt kámanum að, bara basically afsakja orðbræðið að þokka sér. Já. Þannig að það er Ferguson og Obama. Ferguson og Obama. Ég er í pínu vandræði með þriðja. Já. Ég fór að hugsa Spacey, sko, hann bara einn af minn uppáhaldsleikurum. Ég ligg yfir House of Cards, minnst það skemmtilega, sko. Já, hann er reyndar alveg svalur, en þú komst með góðan punkt á. Ég held að Jay-Z geti verið töffari, sko. Ég er til að taka bara því hann er bara ótrúlegu ferill og bara valdamestamæður í músík í heiminum og bara, glerharður og jú, hann er líka með Beyoncé, sko. Já, ég er hitt Beyoncé. Þú er hitt Beyoncé. Já, það var eins og að hitta bara dúkku. Já, þú sagði mér þetta. Hún væri bara fáránleg. Hún væri eins og væri ekki eðl. Þetta var bara ótrúlegt. Já. Og þá var hún líka, sko, hún var rosalega pen þá. Hún var leikandi í Dreamgirls og svo las ég það. Hún létti sig einhver 10 kíló fyrir þessa bíómynd. Já, ok. Og var nú alltaf pen fyrir, en hún svona bootylicious. Já, já. Þannig hún var svona grenri. Og þetta var eins og að hitta pappaspjald sem var bara glitraði. Já. Ég hef aldrei séð svona þegar. Ég bara svona hugsaði með mér, vá, ég átti bara erfitt. Já, bara við kringum hana. Að það mann ekki og stökkva á hana. Svo kemur nýja Pepsi-ölsingin í bíó og maður verður bara svo smákrakki. Já, hún er gullfalleg og hún hefði verið mjög ofalega hjá mér. Já, svona, já, ég er saman, hún væri á listan. En Jay-Z, ég held að hann geti verið töffari. Justin, svona jafnvel líka. Justin Timberlake, já, ég var alveg til að hitta hann. Ég var með Beckham.
Ég veit ekki, ætla þessi gaman að spjalla við Beckham eins og hún er fyrir góð manneskja, Ég fór að spá í Beckham og Rooney, ég held að Beckham sé, þannig töffari, sko. Rooney, ég er smá fíl út í hann núna þannig. Já, ég held að sé líka pínu steiktur, ég er meira Beckham. Já, Rooney er svona bara alin upp bara í gettóinu hann í Liverpool og er bara svona Hann er bara, ruglaður, sko. já, bara, þú veist. Ég held að hann var ekkert að fara að gefa eitthvað af sig, sko. Minna, sko. Þannig ég held, Jay-Z, Justin, þarna tveir. Ok, það er Jay-Z, Obama og Ferguson. Hérna er einn stúlka sem ég var líka alveg til að hitta. Meðan hún stórkostlega söngurna og það er einhver töffari inni. Hún heitir Adele. Já. Og lagið heitir One and Only. Þetta er fallegt hjá okkur á mánuði. Já, kósi tónar. Við því að The One and Only Luigi Bergman Logi Bergman er mættur í stúdíu. Vertu velkominn, Logi. Takk fyrir það. Kemur inn á rólegum nótum í svona... Já. Þetta er þægilegt. Ég er rólegur. Þú þóldi að eyða líka fyrir okkur kósi stund hérna hjá okkur, Jónsson. Já, þetta er líka róleg keppni hjá okkur. Þetta er pínu svona eins og Auðun Blöndal hafi verið erfið helgi og hann svona þunnur í hjartanu á mánuði. Já, þetta er veðrið. Þetta er veðrið sem fær mig til að spila svona. Já, það er það. Það er meira það. Það var hann heima að hlusta á raddirnar. Já. En það er komið að Getur blöð hér þennan mánudaginn. Sko, þetta er þannig. Já. Jón, þú nú ekki verið í sá það. Nei, ná útskýrðu fyrir mér. Þetta er að leita einhverjum sem getur unnið í spurning. Hann er að leita einhvern sem hann getur unnið. Já, ok. Og hann hatar nú ekki að vinna. Nei. Hann er ekki alveg, hann hatar ekki alveg að vinna. Nei. Og nú þetta er ekki margar spurningar í dag, þetta er held ég 8 spurningar eitthvað sleið, sko. Okay. En það eru allar svona ykkar sérsvið, svona bíó, pop, eitthvað svona. Já, okkar sérsvið við hljóðum bara eins og einföldustu menn. En hvernig skiptur þessu? Er það bara 4 og 4 í dag eða? Já, það er ekki bara. Þú ert ekki að tengja iPodin, ég þarf ekki að græja það eitthvað. Ég var önnum kafinn. Veit ég hvora hendur eftir hérna? Þetta er hægri. Þetta er stórkostlegt útastætti. Þá væri þú fyrst spurninguna. Fyrsta spurninga mig. Ok. Þetta var gott. Og ég má ekki svara. Þetta er bara á dýrið. Já, þú mátt svara ef ég klikka. Já, getur ekki. Já, ok. Þannig ég er tilbúinn. Þú getur stólið. Einhenda veiðimanninn. Ha? Við veitum einhenda veiðimanninn. Einhenda veiðimanninn? Já. Nei. Það heitir svona stóna lags. Þetta er rosa góður útvarpsbrandari. Ok. Ötti. Já. Hvaða íslenska hljómsveit hefur oftast komið fram á Wembley? Íslenska hljómsveit er oftast komið. Það hlýtur bara frá... Nei, voru Sigurmólarnir? Nei, ég segi Of Monsters and Men. Nei. Sigurmólarnir? Nei. Það er hljómsveit Nylon, 9 sinnum. Ha? Já. Hljómsveitin Nylon hefur 9 sinnum spilað á Wembley. Nei. Hefur Nylon 9 sinnum spilað á Wembley? Já. Við hvaða tilefni? Þeir voru bara með tónleika. Já, voru hittu fyrir Súkaböks og eitthvað. Já, nákvæmlega, takk fyrir. Ekki eina borða bara í... Jú, 9 sinnum. Nylon 9 sinnum, það er eitthvað stórkostlega rangt við þetta. Ég veit líka, sko, ég hef verið búinn að giska á svona 50 hljómsveitir áður ég að sagt Nylon hérna held ég. Já. Já, ok. Herðu, en það var nú fleiri meika át í heimi. Já. Því Marja Ellingsen lék í kvikmynd ára 1994 sem snerist Ísland. Hvað heit þessi mynd? Það er Jónsi. Þetta er ég. Já, þú. Ég sá þetta nú sín tíma með mig. Marja Ellingsen, 94. Ég er blanko, sko. Já, ég líka. Ég veit ekki neitt. Ég maður bara, var hún ekki glæstum vonum með það? Nei, jú, hún var í Santa Barbara líka. Santa Barbara. Svo lék hún í bíómynd. Ég veit ekki. Ég segi bara hún að veiti Æsland. Nei, ég heit Mighty Ducks 2. Mighty. Já, alveg rétt með það. Herðu, Já, alveg rétt. Frábær mynd. Fyrirvandi dyrkaðana. Með Emilio Estevez, eða? Já. Frábær leikari. Þjálfa hokkiliði. Það var mynd nr. 2. Margir segja að það veri betra mynd nr. 1, sko. Já. Já, var Mighty Ducks 2 betra en 1? Nei, ég held ekki. Ok. Aftur eitthvað rangt þess að sendingu. Herðu, ok, Ötti. Já. Nú farðu fótbolta. Þetta ætti nú að vera eitthvað fyrir þig. Góttu með það. Hvað var André Villas-Boas, þjálfari Tottenham, gamall þegar Sir Alex tók við Manchester United? Þegar Sir Alex tók við Manchester United? Þið gefa þér 1 ári. Já, ég segi hann hafi verið 10 ára gamall. Hvað er rétt fyrir það? Það var 9 ára. Já, ok. Tók við. Góður. 1 ári skekju, þarna. Komist þig. Já, komst þig. Ok. Herðu. Þannig sko því sverri rétt næst. Meira Ferguson. Já. Hvað hefur Real Madrid haft marga þjálfara á þenn tíma sem Ferguson stýrði á United? Vá. Þessi 26 ár. Þeir hefur ekki verið með 20 þjálfara. Nei. Ég segi 13. Nei, 24. 24? Vá.
24. Ég var nærði. Já, Rákastundi þjálfara bara á tímabilið. Já. Samt vilja allir taka við þessu liði einhvern veginn. Já, og það vilja allir fara til Real Madrid og allir þjálfa það. Já. Þó því þjálfa bara í hálft ár. Það veit ég, Ok, hvað hétt löggan í Beverly Hills Cop? Þetta nú létt. Axel Foley. Þetta var lið. Herðu, já, þú fær 2 stig. spurning á móti. Já. Eddie Murphy hafði leikið í annari seríu, reyndar aðeins 2 myndir sem hétt 48 Hours. Já. Móti hverjum leika þar? Þetta er alveg að blétt. Ég veit að segja það, því að þetta er leikara en ekki karakter. Já, þetta heimi hillu, sko. Já, í Jónsson Klekar þá er blöð að fara í 3-0. Þá er Jóns að koma hér á Já, þá bara hef ég alltaf Jóngunar í getur blöð. Er ég svo einu sem þú vinnur, eða? Nei, ég vunni Svepp einu sinni. Sveppa og... Já, Sveppur náttúrulega veit ekkert um Rolling Stones. Nei. Ég vil sjálf, ég man þetta ekki. Ég man þetta ekki. Mér hefur oft verið líkt þennan mann þegar kemur að drikja, hann heitir Nick Nolte. Já, það er rétt. Nick Nolte. Einhverja frægustu löggumynd bara sem til er bara. Oft verið líkt við. Egil Einarsson kallaði mig alltaf Nick Nolte þegar voru í ameríska draunum. Herðu, já. Hvað ertu Nolte? Það er 3-0. Það er 3-0, ég á ekki breyk. Spurningum að bjarga andlitinu bara. Já. Er það ég, eða? Nei, þetta er ég. Já. Hver er Rödd Kosts? Kost? Ég lesi nú auglýsingar fyrir Kost. Rödd Kosts? Já. Hvaða? Ég segi bara Söllenberg. Hæ? Nei, ég er ekki Söllenberg. Hann sjálfur, eða? Já. Tónlistarmaður? Þetta er tónlistarmaður. Björn Jörundur, eða? Nei, þetta Það er væri Dr. Gunni. Dr. Gunni, les fyrir Kost. Er Dr. Gunni að lesa Kost? Ok. Les fyrir Kost. Já. Þú var síðan spurninguna, Já. Jónsi. Já. Getur bjargað Nú, andlit. já, 3-1, hljómar betur en 3-0. Já. Hver les núna auglýsingar fyrir sólning? Fyrir sólning? Og syngur auglýsingar. Og syngur? Já. Maður sem er ekki vanur að lesa auglýsingar. Allir þekkja. Og hann syngur? Þetta er söngur, eða? Já, hann hefur sungið og hann hefur gert allt mögulegt, bara í heiminum. Hann hefur gert allt mögulegt í heiminum. Það er með þess að breytti lægi sem hann söng einu sem það noti í auglýsingu. Hann hefur breytt? Herbert? Nei, var það Can't Drive Away? Er það henni Gunni, eða? Nei, þetta er Ómar Ragnarsson. Ómar Ragnarsson, 3-0. Það var 3-0, Þetta var getur blöð og Jón Gunnar Gerdal fekk ekki punkt. Nei, þetta var ekki gott, en sjáðu hvað er létt í honum. Já, ég veit það. Helgi. Það er búið að bjarga mánudeginu. Það sama hvað hann vinnur. Þetta er svo lasið, sko. Winning is my fuel. Við þakka að kjallaði fyrir komuna, Logi. Er þetta ekki brattur alltaf? Ég er alltaf bara. Alltaf léttur. Það er að vera létt. Þú veist ekki að spila golf í þessu veðri? Nei, ég er ekki að gera það. Nei. Það væri þá klikkaði bara. Er eitthvað verið að rakka það niður á netinu núna? Nei, það er allir góðið mér nú. Nei, sína við skilning og svona. Þetta er alltaf að koma. Þetta var Getur blöð þennan mánudaginn. Hér eftir örskamastund förum við í Sturla staðarindin. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á Auðun Blöndal og Jón Gunnar Gerdal þennan mánudaginn. Þökkum Loga Bergmanni kjallaði fyrir komuna. Já, ekki punktur á mig. Nei, þú fegst ekki stig í dag. Ég átti að taka þetta 48 hours, það var skita. Já, það var svona eiginlega eina skita eins og. Já, svona Hollywood þú, Nick Nolte. Já, en það er komið að sturlum staðrendum hér. Þennan mánudaginn. Ég er með 10 og þær eru þess að mjög góðar í dag, ekki það að þær eru alltaf. Já, þær eru alltaf. Já, ég er með, fínar í dag. Er tilbúin, kæru hlustendur? Ég er klár. Já, allir, ready? Þá byrjum við. Meiri hluti gíraffa og kalkúna eru tvíkynniðir. Tvíkynniðir? Já, það er alveg sama, hvað er kyn? Alveg sama, já, ok. Þú veist alveg hvað er að vera tvíkynniður? Já, ég gerir mig grín. Já, þannig að það er meiri hluti bæði á gíraffum og kalkún. Þannig að kalkunar og gíraffar geta dott í mikið stuð saman. Já, það var heljarinn að veistlega á þeim. Það er bara allir í öllum og bara gaman. Já, og sérðu líka alltaf á gíraffum hvort þessu tvíkynni er eða ekki. Sé ég alltaf á þeim? Hvar á ég að hitta gíraffastykkin?
Já, ég hendi mér bara inn í kringlu. Alltaf er miklu. Sérðu alltaf á þeim. Alltaf er miklu flottari fötum. Já, það er fyrir húsdýragarðinn. Bara, hvað er að gíra fann það? Þessi, já, ég sé það, hann er tvíkynning. Svo er það næsta 10% af, já, þetta fannst með mögnu staðarind. 10% af öllum myndum sögunar, bara ljósmyndum, voru teknar 2012. Og þetta er út af gríðalegu vinsældum, já, svona smartphones eða... Já, Instagram, þessi myndafórhund og allt þetta. Instagram og allt þetta. 10%. 10% af öllum myndum bara sögunar tekna 2012. Þetta er ótrúlegt. Þannig að það er aðeins fyrir að taka fleiri myndir í dag heldur en... Ég skil ekki hver menn fá þessa tölfræðsan, sko. Nei, þetta er bara út allt. Já. Menn sem er að vinna við þetta. Að telja ljósmynd sem fólk telur og fær þá út Nei, það er ekki bara svona að þið vita cirka voru teknar biljón myndir eða eitthvað. Svo er það hér næsta. Sony eru búin að hanna ískáp sem opnast bara ef þú brosir. Ok. Þannig að það er, ég veit ekki, myndur við lega svoleiðis ískáp? Nei. Maður er ekkert alltaf skælbrosandi heima, þess að þú þurfa að feika eitthvað bros til að koma til banana sinna. Ég ætla bara að henda mér í eplu hvað ég þá og mála með bros alltaf. Hvað er ruglinn þetta? Þú ætla bara að taka þennan. Já. Það bara opnast það. Sem vestan svolítið pínu fyndi, sko. Já, líka þetta, þú veist, maður að fara fram á nóttinu stundum bara svona. Já, alltaf hérna Fá sér mjólk. Já, veit ekki. Fá sér mjólk, farið þið mjólk á nóttinu? Já, ef ég er upp með svefn. Það ekki til því. Ég bara... Hvað á ég að byrja með? Nei, ég er ekki í því. Ég er náttúrulega. Ég bara, það gerist mjög ofta. Það farið mjólk? Já. Bara fjörmjólk? Já, akkurat fjörmjólk með þess að. Góður. Ég er ekkert að hita hann eins og lítið barn, bara fæ mér, þú veist, nokkra rúllara. Nei, ég veit ekki, ég sá það ekki fyrir mig með pela bara upp í sófa. Hérna næsta. Majónes virkar sem hárnaring. Þannig að það er þetta að nota majónes sem hárnaringu. Já, þú þarft engar áhyggjur af því. Nei, ég get ekki einu svona prófa það. Nei. Ert þú mikið að vinna með hárnaringu það? Ég minna með hárnaringu, sko. Já. Á þínu heimil er enginn að vinna með hárnaringu. Nei, það er bara ekki neitt. Ekki til. Nei, hvað? Viltu ekki fara út í skilina fóreldra minna bara líka? Það er svo næsta. Já, það er hægt að leiða belju upp stiga en ekki niður stiga. Sturlu staðar. Það er fólk líka að vinna í þessu. Sama fólk að telur ljósmyndir. Já, það er bara einhver farið með hann upp. Það er hægt að leiða belju upp stiga en ekki niður stiga. Menn er einhver að leiða beljuna upp stigan. Já, en hvernig fer hún það aftur? Hún kemst þú ekki niður hann. Hún fer bara í liftinni. Þetta er líka, og þetta er oft þannig, þú ert komið með beljun upp og það er erfitt að koma. Er það oft þannig? Það er erfitt að koma þeim heim. Þetta er á sama stað og hitt alltaf gírafanniðina, tíkinn. Herðu, maður sjá. Svo er það næsta. Konur tala oftar dónulega í rúminu en karlmenn. Já. Sturlu staðrind. Þetta er skemmtileg staðrind. Já, þetta er víst búið að gera einhverja kannanir á þessu. Já. Þær eru grimmar skvísunar. Já, talað þú dónulega? Nei, við ætlum ekkert að fara í þetta, sko, verður rólegur. Við erum ekkert að fara í þetta. Hvað ert að segja? Það er mánudagur og börnin mín er ekki að hlusta. Jú, þú ert svo veikur. Þú ætla að býja þetta momentum með einhver opni síðan bara varði kynferðislega hefðun og fleira, sko. Það er ekki allt í lag. Hvað ert að vinna með, Jóns? Ég veit ekki, hvað ert að vinna með? Nei, þessi hefur reynst mér helviti vel, sko. Virkar alltaf, það verður alveg trillt að skvísuna. Ég verður sagt til að þegja. Þegju! Já, ok, ég skal hætta þessu. Næsta, menn sem eru úti að labba með hundin sinn eru þrisa sinni líklegri til þess að fá símanúmer hjá stúlku heldur en þeir sem eru ekki að labba úti með hundin sinn. Já. Það er svona safety blanket. Já, þetta er eitthvað, stelpur heillast víst að strákunum sem bara að labba með hunda. Sætir hundur, fæði númerið þitt. Já, þetta geti hjálpað eitthvað. Já. Þetta er bara að fá mér hund, ég er enda búin að ætla að fá mér hund lengi. Svo þetta passa reglulega fyrir barnafólk, fyrir systínu og svona. Já, ég er enda alveg fínn í því, sko. En það er síðast ég ætla að fá mér hund, þá stoppaði fjölskylda mína. Ég heldur enda að geta verið aðeins skára nú. Þú ætla í stökust erfiðleikum að sjá hann sjálfa þig, sko. Hvað ætla þú að gera við hund? Nú, við sjáum um hvern annan. Hann er bara úti eftir svona 2 vikur. Ekki lægum. Hvernig trú hefur á mér. Það eru 3 ár eftir. Litli vasinn sem er ofan í stærri vösunum á buksaninum. Veistu á hvernig hann var gerður á sínum tíma? Ekki hugmynd. Hvað myndir þú giska? Á hvernig heldur þessi litli vasi sé? Þeir eru the quarters, 25 centi í... Nei, þeir eru gömlu góðu vasárin. Gömlu góðu vasárin, ok. En af hverju er þetta samt ennþá sem buksum þá? Það er góða búndur. Erum menn að vinna mikið með vasári þegar? Nei, ég hef aldrei átt vasár. Ég geng ekki svona úr, sko. Nei, bara með þetta á síman. Já. Það er 2 eftir. Þetta hérna er skemmtileg starinn sem ég er enda vissi. Kurt Cobain gifti sig á náttfötunum. Já.
Þú ert mikill Kobe-maður. Já, ég var mikill Nirvana aðdáandi. Já. Og, já, ég meina... Gifti sín átti, hann var að gifta sig Courtney Love líka. Já, og hjónabandið bara eftir því einhvern veginn. Já, og líka ég gef mér að, þú veist, þau voru ekkert í alveg allskáð þau gift sig. Ég svo gef mér það. Já, það er bara, hann var vist orðinn alveg skelfilegur á þessum tíma, sko. Já, en snillingur. Já, það verður að gefa hana það. Las ævisöguna, mjög skemmt. Heavier Than Heaven? Já. Það er eiginlega eina bókin sem ég hef lesað ennsku. Það er eina bókin sem þú lesað ennsku? Já, ég hef búin að lesa Heavier Than Heaven, sem er æfisaga Kurt Cobain, Tárbros og takkaskór, Lalla ljósastur og Gauragang. Þetta eru það 4 bækur sem þú lesað á ævinni? Já, ég hef búin að segja rosalega mikið af bíómyndum. Já, ég segi rosalega mikið bíómyndum, eins og þú. Ég er mikill bíónött, en ég er mikill bókamaður. Já, ég kannski að gleyma ykkur einnig þarna. Ég á að lesa, ég skammast mér fyrir það. Systir mínar og mamma lesa rosalega mikið og pappi. Ég las Gatsby aftur daginn, bara í 10. skipturöklu, sko. Já, ok, er hún svona góð, bókin? Já, gamli maðurinn skrifaði BR-ríkjarinn Gatsby og ég vildi lesa hann aftur ári í hent mér í bíó. Já, ég skilji. Ég hef gert eina ritgerð af minn og hún fjallaði Charlotte Hornets körfuboltalið. Já. Ég er bara magnað og skulur verið með vinnu, sko. Þú ert ekki læs. Klára hérna starfsfélagina. Því lengur sem þú ert einhleipur, því meira helduru að það sé eitthvað að þér. Emily de Forest, þú gerði sér lítið fyrir og vann Eurovision daginn. Já, þetta er skemmtilegt. Með þessu lagi, Only Teardrop. Já, mér finnst ekki þessu lagi. Egill Einarsson, þólir það ekki? Hvað þólir hann? Það er líka sko... Hann sem er versta tónlistasmekk í heimi. Hann á líka bara aldrei að tjá sig aftur Eurovision. Aldrei. Nei. Það er alltaf verið að sokka hann þar. Já. Hann var alveg pottitt, hann setti $100, hvað er það mikið? 12.000 skall á að Cascata myndi vinna Eurovision. Já, betur, hún fekk alla stig. Hún var 19. sætið eitthvað. Þannig að... Hann veit ekkert Eurovision. Ekki neitt. Ég held reyndar að Noreg myndi taka þetta. Já, það var flott það líka. Mér finnst það skemmtilegt. Ég fannst reyndar rúmenska steikin æðisleg. Já, það var svona eiginlega skemmtilegasta lagið, sko. Ég bara sem betur fyrir fór hann áfram á lógkvöldið, ég vildi bara sjá hann aftur, sko. Já, hann var mjög fyndinn. Þetta er ótrúlega, sko. Þú er ekki farið á Eurovision, eða? Nei, ég heldur neitt að þetta sé frábært partí. Já, maður ætti að kíkja, næst er þetta í Danmörku. Nei, það hendur sér til Köpen. Já. Það er þetta góða punktur. Taka Köpen á næsta ári. Já. Og Brasilíu HM. Já, þá var þetta 2014 ágætis ár. Það var bara 2 ferðir af 20 sem þú ferð fyrstu 6 mánuði ásins. Þetta var allavega, það var hressandi að skemmta sér á þetta en ég áður fyrir með auglýsingar, það styttist í Barnalandi, þú varst búin að finna eitthvað skemmtilegt þar. Já, ég er búin að finna 4 þræði sem þarf að fara hans yfir öttir. Já, og svo erum við með netmisnótkununa líka, en ég var að sjá ég veist, maður ásænt ekki verið ræði, ég er inn á DFF, mæðgur í klámi, leitað feðgum í klámi. Já, ég sá þetta. Við hefum aldrei verið með feðgum. Og svo er móðir og dóttir og þær eru að borða saman brosandi. En þetta er mjög basic að mæðgur í klámi sem leita feðgum í klámi. En í alvörunni, hvað er að fólkinni? Mæðgurna Monika og Jessica, þetta er alveg... Fólk er alveg... Það er engin takmörk fyrir því hvað fólk er ónýtt til höfusins. Það er engin takmörk fyrir því, sko. Það er bara við til að ræða þetta er svo steikt, sko. Já, þetta er alveg skellulegt. Maður á ekki að hlæja þessu. Nei, samt. Við ætlum að fara hér í örstutt skilabóð og svo er það eins og við sögum Barnalandið og netmisnótkunin, þannig að ekki voga ykkur að fara langt. Tryggðu þér miða í forsölu á Shell bíladaga sem fara fram 14. til 17. júní á Akureyri. Miðarnir fást á næstu þjónustustöð Shell og á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar á ba.is. Góða skemmtun, Shell. Sýnum andstæðingum okkar virðingu, þrátt fyrir mismunandi skoðanir. Þá er meira líkur á að tekið sér mark á okkar eigin skoðunum. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. Ísland mætir Slóveníu í undankeppni HM karlalandsliða á Laugardalsvelli á föstudag klukkan 19. Tryggðu þér miða tímalega á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar í toppbaráttunni í riðlinum. Allir á völlin. KSÍ. Nú er fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið er aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store og Google Play. Fréttablaðið. App sem þú þarft. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu, Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði. Stundum FM 95 Blö fyrir heitir Mirror Sengvaðsíður og er með Justin Timberlake. Ég var pínu tíma að kveikja á slagi. Er það? Ég er mikill Justin maður. Það náði mér alveg strax. En ég fæ ekki að leiða slagi.
Nei, ég er ekki enn komið leið á það. Mér fannst þetta Suit and Tie líka æðislegt sko. Mér finnst þetta miklu betur en Suit and Tie. Já. En það hins vegar komið núna að dagskrárlið hér í FM9 blöð sem heitir Barnaland eða hvað að gerast í Barnalandi. Já, eða bland.is eins og þetta heitir. Já, eins og heitir í dag og Jón Gunnar Geirdal, hann hér í, hér fyrir Björn Braga. Já. Þannig að þú munt stjórna þessu í dag fyrir okkur. Ég hef gaman að það, því einu skipti sem ég fyrir á það er þegar ég dett inn í aflýsingar með þér, í stuði. Já. Þetta er æðislegur veður. Það er margt... Það þarf að henda sér þannig inn reglulega. Það er margt áhugavert þannig inni. Hér er til dæmis ein spurning og fyrirsögnin er, kúkar þú fyrir fram á makaðinn? Ok. Það er könnun hér á Blandi, eða Barnalandum. Já. Sem segir að maður var nokkuð hiss eftir að lesa hana þráð svo ég stofnaði nýjan bara þetta. Spurningin segir sér nokkuð sjálf, þeir sem ekki maka geta miðað við fyrrverandi á meðan sambandinu stóð og svo átt að taka þátt í könnunni. Já. Og hér eru 264 búin að svara, nei, oi, aldrei. 67 hef gert það en finnst það óþægilegt? Really? Hef aldrei átt maka 18, þú er hentinn svaraðna. Bara því ég er fullur 5 sinnum, hver er að kúka fyrir fram maka sinn á djamin? Og svo já, auðvitað, 69 stykki. Það eru bara eitthvað fleiri 100 manns búin að svara könnun. Búin að taka þátt í könnunni. Kúkar fyrir fram makaðinn, í alvörunni, sko. Þú veist, þetta er dásamlega, sko. Hvað svaraði þú hendi í hana? Svo er bara, svo er svona 15 síður fólk að ræði þetta hérna fyrir neðan, sko. Já, en hvað hefur verið þitt svar? Kúkar er ekkert fyrir fram á makaðinn, hver er í alvörunni? Hversu afslappaði sambandi orðið þú bara það búin að hendi í það? Já, ég er reyndar. Hef gert það en finnst það óþægilegt, 67. Já, í alvörunni fannst þér það óþægilegt? Nei, þetta er bara stórkostlega eðlilegt. Já, það er eitthvað sko, mér líður mér þess að stundu bara illa þegar ég er einn. Líður illa einn þegar þú kúkar? Nei, ég er bara svona, ef það er eitthvað að labba fyrir utan eða eitthvað svona, þá er ég alveg bara svona, þá líður mér illa. Á klemmuru? Nei, ég klemm ekki, en þá er ég bara svona, please ekki vera hérna í kring. Ég sá þig fyrir mig bara einan heima hér að kúka, bara eitthvað svona tilvistargreip. Bara líður illa. Hvað er ég að gera? En þá þegar þú ert almenningssalinn og svona, þá viltu helst bara sjengin í, sko, bara kílómetr. Maður vill vera í ró og næði og maður er ekki fyrir framann maka. Nei, ekki nema, ég er endur alveg sammála, ég átti það til að drulla þegar ég var fullur. Nei, ekki lagi. Já, bara því ég er fullur, þá bara að kúka ég mig kæru. Eins og það sé bara eitthvað. Þetta er rosa hörðið hérna. Svo er ég finnst mér svolítið sett hérna, út frá, að því að þú ert nú einhleypumaður, það er aðeins komið fram. Hér er, út frá umræðinni einstæðar mæður, _, single ladies. All the single ladies. Svo kemur hérna, hún Princess Consuela, hún er hérna henda inn þræði á Bland. Mér langar að stofna hópa á Facebook fyrir stelpur í svipum sporum. Ég er 9 árin einstæð og flesta vinkonum mínar upptekna með mann og börn. Mér vantar einhvern félagskap pappa Helga til að djamma og bara gera eitthvað skemmtilegt. Endilega láti vitið vil ég vera með, broskall. Já. Mér finnst þetta æðislegt, sko. Hvað? Veist, ég myndi singla mig bara á eftir og bara vera einn, bara í fyrir deprimeringa mándi. Ætla ég að fara að henda inn spurning á Bland og fara að smala saman í einhvern umræðuhóp einhvern hitting. Það er allt í lagi þegar ekki. En þetta er bara, það eru allir að dinna, fleiri 1000 manns að inni og hvað, ég ætla að hittast bara mér á austur bara næstu helgi á Ölstofinni. En ég meina, er þetta ekki svona síða sem að fólk er að kynnast og eitthvað? Jú, pottið, sko. Nei, þetta ég ætla ekki að vera, ég ætla ekki að hljóma leiðileg, sko, en mér finnst þetta æði. Já, þetta er ég myndi kannski ekki skrá mig endilega, en þetta er alveg... Þú ert ekkert að auglýsa eftir hinum single strákunum að fara að hittast og gera eitthvað skemmtilegt. Já, sveik mig þá. Já, reyna að taka upp hanska með mér fannst það skemmt, en auðvitað alltaf bara fullt að skvísum hérna búin að svara og örgulega bara brjála fjörhjáðum þessar ekki pappahelgar. Þannig að ég er mjög gaman að þessu. Ég hlakka til að þú hendir í þræðarna því singustrákarnir. Nei, ok, ég skil hvert út að fara, en mér finnst þetta ekkert í líkingu við það að vera að spyrja hvort á hægir fyrir fram að maka henn. Nei, en það er náttúrulega dásamlega við hennar vef, það er fólk bara hendin einhver. Já, það er allt annað. En svo mér finnst þetta skemmt óvenjulega flott strákanum, spurningamarki, tillögur. Og svo er fólk bara að henda í bara, svo eru fleiri 100 manns að kommentera á þetta. Veist hvað, ég ætla að velja nafn á barnið mitt, son minn, ég á drengbæði, sko. Ég ætla að fara að velja einhvern nafn eftir bara mjá á Bland, skaut á mig nafni, Trjástopp 22, hendi í Hjörtfríður og Snóð, hvað er í gangi? Hvað fannst þetta nafn á Junior? Já, ég hendi þræðinn og Bland, já. En hvaða nöfn er að koma á það? Það er Júlí Mosi, nei. Má það? Örglega. Leiknir Logi er fallegasta nafn á stráksérina. Leiknir? Myrkvi sem strákanafn.
Svolítið dark, sko. Tristan, Nökkvi, svolítið basic, sko. Það er ekkert óvinnlegt. Þetta er bara svona að fólk er að hendi í allt. Tristan er sterkur hérna, sko. Já. Tristan var líka orðið mjög algengt nafn. Ég man eftir að kvikmyndin Legends of the Fall kom út. Já. Þá Brad Pitt með Tristan í bíómyndinni. Já. Og eftir þá fannst þér hún? Já, ég fíla hana. Ég gat hann ekki, sko. Þetta er væll, sko. Já, ég bara alveg sen ég sá þessa mynd þá mér langar til að ríða á hesti ógeðslega hratt fram hjá fjalli sem er á my bucket list by the way. Að ríða á hesti með fram einhverju fjalli? Já. Þú getur farið þá bara eftir? Alveg á milljón. Nei, ég kann ekki hest. Ég þarf að læra á hest fyrst. Ég er ekki fíblagt með þetta. Þetta er á bucket list? Já. Að vera alveg á milljón, bara ég er með fjall við hliðina. Já, svona Viggo Mortensen Lord of the Rings hestbakki. Já. Ekki bara þú í ísestu með 30 þjóðurum. Nei, svona Tristan í Legends of the Fall. Já, ok. En já, ok. Já, ok, svo eitt sem er líka skemmtilegt, sko. Mermaid 2012 hess ætla að leiða mér að vera pínu pirruð eftir árun. Mér finnst það skemmtilegt, hendi mér á það. Kallinn var að fara á jammið og mér var ekki búið með. Já, nett fúl barasta, bróskall. Bara gamla heim á föstudagskvöldi. Kallinn hendi sér á skralli með strákunum og svo byrja skvísunar bara að tapa sér, sko. Sem endar í því að það er fara að tala um það fyrir bíó. Já. Þetta er alveg dásamlegt, sko. Þannig að mér fannst það skemmtilega, bara ég pirrar heima, kærastan fór á jammið og ég ætla að hendi inn spurningu og bland, bara ég ætla að leiða mér að vera pirraður, kærastan fór á jammið og bauð mér ekki með. Fílugall. Já, þetta er þessi vefur er dásamlegur. Já, það er margt skemmtilegt að nynni. Jón Gunnar næri ekki upp í helmingina þessu. Þetta var Barnalandið, þennan mánudaginn. Já, ég hlakka til að þú hendir inn hérna single-þræðinu til strákandir. Já, ok, segðu mér eitt. Já. Ef að segjum við sett bara maður eða kona og eins og hún er að tala um þarna að það eru rosalega margir í kringum hana með, þú veist, mann og börn sem er alveg algengt. Mjög algengt. Og hún vill kynnast einhverju nýjum. Er þetta þá svona fráleit hugmynd að gera það inn á bland.is? Þetta er það ekki. Nei, mér finnst það ekki fráleit hugmynd. Ég er að taka upp hanska fyrir hana, sko. Já, þú ert náttúrulega alltaf í því, sko. Friendly blöð, sko. Nei, það er alls ekki. En þetta var Barnalandið og þetta er Rudimental. Hljómsveitin Rudimental hér með Waiting All Night. Og já, þessi hljómsveitir er mitt á Keflavík Music Festival og er að spila á 5. Eiga hellingalögum, Nutgiving In og fleiri. Já, þetta er skemmtilegt og svona bara, þetta festival náttúrulega trill, sko. Já, þetta er svona heitasta bandið í dag. Mjög flottir. Það er hins vegar komið að netmisnotkunni hér í FM 95 blöð, fastur liður á mánudögum. Þá förum við yfir Facebookið eða Twitter og veljum okkur svona fórnarlömb og svona tekkum hvað þau hafa verið að gera síðastliðina viku. Já, þetta er skemmtilegt. Og já, ég verð eiginlega að byrja netmisnotkunni í dag á vinkonu minni, Völu Grand. Já. Því að ég held að núna sé komin bara svona, bara skemmtilegt tvist fyrir bæjarfélög hér. Já. Út á landi. Já. Að fá hana í heimsókn. Já, ok. Því að það mun ekki fara fram hjá neinum hvert hún er að fara. Nei. Hún er með hellingarlið á Facebook. Hún fór til Vestmannaeyjum helgina og það fór ekki fram hjá sálu. Nei. Þannig að hún Vala Grand var að fara til Eyja. Já, og þetta byrja bara hérna á föstudaginn. Já. Þá stendur hjá Völu: Dear Mother of Nature, can you please fix this weather so I can go to Vestmannaeyjar at freaking 7 and be on time for dinner? 3 upprópunamerki. With my friends, 1 upprópunamerki. Þannig að þarna byrjar þetta. Já, það byrjar þarna. Hún er í stuði og er að fara til Vestmannaeyja. Já, hún vill bara, hún er að byrja gott veður og svona. Já. Maður hugsa með sér í herri, já, hún er alveg til Vestmannaeyja. Nefna það að klukktíma setna, það kemur annar status frá henni. Þarf að komast til Vestmannaeyja í kvöld. Getur einhver hjálpað mér með flug frá Bakka eða með bát? Þarna hent hún í íslenskuna. Já. Það var engin kanni að svara. Og Perla Kristins, hún posta bara hérna hjá henni, flugfélagi Ernir. Já, Perla Kristins er mikið svara henni. Já, svo kemur strax á laugardegi. My first trip to Vestmannaeyjar, feel like I'm flying to Canada, er svo spennt. Þannig að hún hefur komist á laugardeginum. Já. Hann er nú með sólgler og í góðra vinnahópi. Hún er í góðum gýr. Já, og hérna bara í stemmingu. Svo kemur bara strax aftur á laugardeginum, klukkutíma setna. Nam Eyjarfood at Volcano Café. Volcano, já. Já. Þannig að það er nú sko strax, þetta er sem ég er að tala um, ef það eru bæjarfélög eða einhverju bæjarstjórar hérna að hlusta. Það er nú strax byrjað að auglýsa hvar hún borðar. Já. Og bara fá Völu Grand á staðinn. Volcano Café, þeir fá þarna frí auglýsingu. Því að svo bara strax 90 mínútur, nei, þetta eru 2 tímur setna, já. Þá kemur góð pítsurmar.
og þá er hún @900 grillhús, topp pítsur Vestmannaeyjum. Já, Vala er svöng í Vestmannaeyjum. Já, hún byrjaði á Volcano Café og svo á 900 grillhús. Sem er þetta topp staðar, við vorum í beinni útsendingu það í fyrra, FM 95 blöð. Já, við vorum í stuði þar á þjóðtíð. Góðu matur. Hérna, og svo bara heldur þetta áfram á laugardeginum. Já, Sparifötin er on, við erum að fara út að borða með hásetunum eða áhöfnina hans Einar félag er að fíla mig hérna í Vestmannaeyjum. Broskall. Já, takkar hann vinsinn og er á slipnum. Já, hann er núna á slipnum. Svo bara seinna um kvöldið, Eyjaferðin mikla with Vala Grand og hún er hérna skælbrósand að dansa og já, einhver brjáluðu balli í Vestmannaeyjum. Þvílíkum gýr. Svo bara heldur þetta áfram hérna. Það er bara, ég fór til Eyja og hann var að borða á slipnu. Þá sagði mamma mér að þú hefði komið til þeirri í gær. Það sem þið dettur ekki hugkrakki. Vala Granda sjómannadagsball í Eyjum. Dývis flip á sér stelpum. Já, og svo er hérna verið að spranga. Þannig að þetta sérðu, hún hendist til Vestmannaeyjum helgina. Já. Og það er bara allt Facebookina undir. Það er bara búið að loga í marga daga. Þannig að þetta er bara, þetta er fínast að tjekka sig inn allstar, já, það þarf að fá Völu Grand á svæðið. Já. Ránaði með hana. Já, það er gaman hann. Svo, maður sjá, ég ætla að tjekka hérna á gömlum félaga Magga Mix inn í lokin. Já, hann er að vinna mikið með myndir. Hann náttúrulega er gríðalega duglegur að setja inn. Já. Að Maggi, sko. Ok. Hérna er hann með The Cut, bara mynda ketti og stendur hæsæta. Mjög grilla allt. Já. Og svo er eitthvað svona fiskur að býta í höndinu og eitthvað og stendur bara arr. Já, en... Já, herðu. Já, ég veit, þú veist, ok. Við skulum bara fara hér í auglýsingar. Þetta var netmisnotkun. Ég speysaði út á Magga, sko. Já, en við... Já, það er bara gaman að vita að það var mikið fjör hjá Völu Grand helgina. Já, þú veist, Vala Grand í Vestmannaeyjum, það er gott partí. Já, það er bara gott partí. Við ætlum að fara í auglýsingar, svo er lagi á leiðinni heim og fleira hér á eftir. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við einhvern skráðan hlustanda og mókum nýjan vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Sérstakt þjóðhátíðartilboð til N1 korthafa. 13.900 krónur fyrir miða á þjóðhátíð í Eyjum 2013. Gildir 3. til 9. júní. Allar nánari upplýsingar inn á n1.is. N1. Meira í leiðinni. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Samviskulausa freistingar. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Ein myrkasta sjónvarpsþáttaröð síðari tíma snýr aftur á Stöð 2. The Killing hefst á sunnudaginn. Stöð 2 í liftrandi áskerpu. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Ellie Goulding með lagið I Need Your Love. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð. Auðun Blöndal og Jón Gunnar Geirdal með ykkur hér til 6 í dag. Í, fanta góðu skapi. Þrátt fyrir skítaveður. Nefnum ekki að væli við því. Við erum í fíling. Og sko talandi skítaveður. Og þá var Maxím hér að velja bestu nektastrendur í heimi. Það er nú ekki skítaveður þar. Nei. En sko það er búið að taka saman þetta lista hvað séu svona bestu nektastrendunar. Já. Og ein er í Fraklandi, ein er í Brasilíu, ein er í Bandaríkjunum, ein er í Ástralíu. Okay. Ég ætla að byrja að spyrja þig, bærið þú á nektarströnd? Það var erlendis. Ég veit, nei. Ekki? Ég ekkert nefn bara... Það má ekkert mynda að það neitt svona það? Nei. En það væri ekki mikið stuð þarna þá, sko, en ég veit ekki. Er maður bara nakin á ströndinni? Já, finnst þér eitthvað svona rangt við það?
það þú veist, það fer kannski eftir hvað þú ert að gera. Minna, þú ert ekki hlaupandi þarna um allt, skilur. Já, bara slagur á hanglæðinu. Já, liggur bara og fáir ekki fari eða svo fyrir stelpunar og svona. Já. Ekki það, stuðbuxnar farið svo sem aldrei bögga mér, sko. Það er bara trufla mikið neitt, sko. Ég veit ekki. Ég, veist, reyndar hann að ég sé hérna, sko, í Frakklandi. Já. Staður, veist, hérna, Salínströndin í St. Barts, vinsæl með þeir sem vilja sóla sig án klæða. Þessi staður er vinsæl með fræga fólksins og hafa stjörnulíkt og supermótilið Alessandra Ambrosio og Miranda Kerr sérstara því að Victoria's Secret er svolítið að mynda þarna. Ég viðurkenni það. Ég hefði gaman að því. Já, það myndi liggja þarna bara, gaf lóðin á debun, nei, herðu, hvað er að gerast hérna? Já. Einhver myndatak í gangi? Bara englarnir mættið og maður er bara slagur á lók, bara okkur hanglaði. Já, það er hressandi. Já, ég veit ekki, svo veist. Nei, þetta er, þeir fóru á hérna Nektarströnd, Pétur og Sveppi í Evrópska draunum. Já. Og þeir voru einmitt að útskýra að þetta væri rosalega svona óþægilegt. Svolítið steikt andrúmsloft. Já. Þetta er einhvern veginn, þetta hljóma kannski voða spennandi. Við sérstaklega maður er, veist, bara, veist, ekki orðin. Já, hvað ég að segja, fyrir ég á tvítur, þá mér örgulega finnst mjög spennandi að kíkja á Nektarströnd. Já, bóttið. Það mér alveg finnst það gaman. Já. En þetta er ekki eins og þú ert að sjá þetta fyrir höstnum. Þetta er eitthvað einkennilegt, sko. Þetta er eins og þú ferð á skemmtiferðaskip. Já. Þú býstu við þetta sé bara svona eins og einhverjari bíómynd. Það er bara, veist, allir ógeðslega hressir og kynnist fólki og það er bara, hei, stelpur, dansa og eitthvað svona. Eitt félagi minn fór á skemmtiferðaskip og hann sagði að það hefði verið bara svo fljótandi elliheimili. Það var bara fólk sem er hætt að vinna. Það var siglandi Hrafnista. Já, það er bara fólk sem er hætt að vinna og það er verið að tefla þarna og það er verið að spila bridge og eitthvað. Þetta var ekkert verið að poppa kampaðinu og allir bara út í sundlaug og þetta var ekki brjála partíð þá. Nei, sem hann held þetta yrði. Hann var búin að safna sér þarna, fóru 2 félagarnir á skemmtiferðaskip. Á skemmtiferðaskip. Já, hann sagði orðrétt þetta hefði verið svo fljótandi elliheimili. Já, það er ekki gott, sko. En það fer maður á, já, ég veit ekki. Nektarströnd, skemmtiferðaskip, þetta hljómar skemmtilega, sko. Já. En ég held að Nektarströnd sé svona meira hugmyndin, kannski svolítið, svona einhver leiti sjarmandi. Já. En ég veit ekki. Ég er ekki viss með þetta en allavega þá getur... Það er ekki svo Victoria's Secret skvísin að séu þetta bara alla, sko. Þetta er bara, þetta er alls konar, sko. Örgulega meiri líkur og heitir ömmuðinu þarna. Já, frábært. Þetta var, já, ég veit ekki hvað þetta var. Við vorum að fara hérna yfir Nektarströnd. Þetta er Childish Gambino hér með lagið Heartbeat. Hrikalega gott lag. Já, þetta er alvöru. Ég ætla að minna, hlustendur á þátt sem að byrjar á Stöð 2 Sport í kvöld klukkan 8. þar sem að Gummi Ben mun stýra þættu ensku stórliðin og ég veit hann er búin að taka viðtölu við David James, Eið Smára Guðjónsson, Gylfa Sig og fleiri og þetta fer af stað í kvöld klukkan 8 á Stöð 2 Sport við erum að gera að tjekka á því. Gaman að sjá David James í markinu bara í Pepsi-markum. Já, hann er búin að koma skemmtilega inn í þetta. Já. Og virka líka bara svona hrikalega auðmjúkur og nettur náðingi. Bara næst gaurvistur, sko. Það verður gaman að sjá hann í þessum þætti. Það er nú líka allt að gerast í enska boltanum núna. Mourinho komin aftur til Chelsea, það var staðfest í dag. Já. Og það hræði mig sem United mann, ég verði að viðurkenna það. Sammála því, við erum alltaf með nýja mann í brúnni í fyrsta sinn frá því ég byrjaði að halda með United. Það er sama ég. Annar þjálfari, sko. Já. Það er svolítið sérstætt. Það er mjög skrítið, en hefðurðu mátt velja David Moyes eða Mourinho, hvernig hefðurðu valið? Ég er mikið búinn að spá þetta, mikið búinn að ræða þetta við, bara eins og þú, sko, miklir United menn. Já. Ég held að út frá hugmyndafræðinni á baka Manchester United, þá er ég mjög hlindur þessari David Moyes ráðningu. Já, þannig að sé ekki alltaf verið að skipta svona. Já, því að ég held að ef Mourinho hefði komið, eins og mér finnst hann æðislegur, þá hefði hann komið með fullt af einhverjum trúðum með sér og vilja breyta þessu og gera þetta. Sko, United er ekki út frá ákveðinu hugmyndafræði, búið að vera í áratugir. Sem virkar. Sem að virka bara, sko. Þannig að ég og Moyes er glerharður, sko. Já, hann er Skoti og hann er bara grimmur og ákveðin, svona prinsipmaður, hann kemur hann inn held ég og bara, hann rífur kjaft held ég, sko. Svo Neymar komið til Barcelona, hann var að skrifa undir í dag, skrifa undir 5 ára samning. Það er ekki svo Barcelona hafði þurft það en allt í lagi. Já, hvernig stoppar það út með Messi og Neymar? Svo er Neymar áreindar eftir að sanna sig pínu. Að mínum að við nú aðeins fannir það er ekki oft rættur fótbolti í þessum þætti, en... Ég hlakka til að sjá Neymar í Champions League, sko. Já, ég sammála því. Því þetta gætu orðið svona Robinho-dæmi. Robinho átti að vera næsta súperstjarna, en... Og var það ekki, sko. Nei, ekki það, en alveg góður. Og svo líka bara, Barcelona tapaði 7-0 fyrir þjóðurinn, sko. 7-0. Þannig að þeir þurfti eitthvað að hrista upp í þessu. Það þarf eitthvað aðeins að hrista upp í þessu og Neymar er ekki nótið það, sko. Samt maður. Hann er hrikalega góður, sko. Já, það er reyndið að vera orðað David Luiz hjá Chelsea við Barcelona líka. Já. Þannig að hann sé á leiðinni þangað. En það er ekki bara Gummi Ben sem er í kvöld.
Ég ætla að minna líka á Game of Thrones sem í kvöld á Stöð 2. Frábærið. Það var frí síðasta mánudag af því að það var eitthvað svona hátíðadagur úti. Já. Memorial Day eða eitthvað svona. Ég ligg við Game of Thrones. Já. House of Cards finnst mér líka alveg terrorist. Ég hef ekki tjekkað á því. Í alvöru? Já, ég á það inni. Kevin Spacey, David Fincher, leikstjóri Seven, þú verður að taka þetta sko. Þetta er bara þetta besta sem ég sé í sjónvarpi. Og hvað er þetta, fyrsta serían eða? Þetta er fyrsta serían. Þetta er bara framleitt fyrir Netflix eins og Arrested Development nýja serían. Já, ok. Það bara kom bara House of Cards. House of Cards, þú tapaði sko. Já, en allavega ég ætla að horfa á Game of Thrones. Sama hér, Drekadróningin. Mér serían nýjasta byrja svolítið rólega finnst mér sko. Já, hvað er hún lengi á leiðinni með þess að dreka? Já. Hvernig er það að hendi í einhver stuð sko? Og svo er líka með svo marga litla sögur. Já, hún er bara að lappa með þess að geldinga hérna bara finnst mér bara í hálft ár. Vist í alvörinu, hvað er langt þarna sko? Svo er einhvern veginn bara að maður er geðveitt spenntur yfir Drekadrottningunni. Já. Á er allt í hennu bara Chubby-gaurinn og stelpana, einhverja krákur að ráðast á. Já, og svo kemur Drekadrottningin bara í lokin einhverja 5 sekúndur og eitthvað. Þetta er eitthvað alveg, ég er ekki alveg... Það þarf að fara að byrja eins. Já, en þetta eru hrikalega flottið þetta og gaman að sjá Ísland og svona. Já, geggjað. Ég sökkar á það sko. Hvet alla til þess að tjekka á þessum þáttum ef þið hefði ekki séð þá. Svo er líka, svo ég pluggi nú í lokin, NBA í nótt. Það er 7. leikur, Miami Heat og Indiana Pacers og það er á Stöð 2 Sport. Ég myndi ekki missa því. Ég held eiginlega með Indiana þar. Ég bara ekki, Þú horfður ekkert að NBA það? Ég horfði NBA bara þegar Jordan var þar og ég var bara í skónum sko. Já, ok. Við ætlum að halda áfram hér með, cozy tónlist núna. Þetta er Bruno Mars. Já, við erum mjúkir í dag. Já, við erum að fara svona yfir víðan völl. Það er þetta Pitbull og J-Lo þetta sem aðstund. Já, ok. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Nú styttist óðum í Keflavík Music Festival. Tryggðu þið miða á keflavíkmusicfestival.com eða á næstu N1-stöð. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Og Jennifer Lopez, lagið heitir Live It Up. Ég veit ekki. Þetta, hvað segir þið Lemon Boy? Ég bara, Sko, þetta er ágætislega, ég er ekki að ná þessum Ég er mikil poplara. Já. Ég get haft gaman bara argasta popið bara, þú veist, alveg bara alæt og alla músík. Já. Bara Kelly Clarkson eða JT, eða mér er alveg smakað til allt sem heitir, sko. Guetta og Dadaradara, sko, Swedish House Mafia. Ég veit ekki með Pitbull, sko. Nei, það er eitthvað, sko, ég held alltaf til dæmis að Hjörvar og Egill, þeir dýrkan. Þeir dýrkan? Já, ég held þeir vera að grínast. Ég er núna svona fann að hallast aftur að þetta sé svona grín aðdáun. Er það ekki? Er þetta ekki svona, þú veist, eins og bara að fá leynigjastin sem að... Ég held að þeim sé alvara. Þeim er fúlast að alvara með flest af því steikta sem er í þeim, sko. Og Hjörvar ofta hendi ykkur svona línur sem ég er bara svona, varst í alveg að vitni Pitbull, þá eru kannski bara 2. Bara við vorum að fá okkur í getum daginn hérna á Kínóhofinu. Já. Þá segir hann hérna, hvað var aftur? Hérna, some people call it a moment, I call it life. Og ég eitthvað svona, hvað er þetta eitthvað rugglaðar? Það var vitni í Pitbull. Bara upp og þurru, ég veit ekki hvað það er gert til að pirra mig. Eða hvort hún finnst þetta actually svona rosalega töff, svona línur. Ég, ekki það, þeir náttúrulega eru sérstakir félagarnir. Já, mjög svo, og tala nú ekki um þegar kemur á tónlist. Já, þeir náttúrulega eru með rosalega tónlistasmekk. Já, þeir eru alast upp saman, ég veit ekki, er þetta allur Kópavogurinn, er þetta bara þeir félagarnir? Nei, ég er nú Kópavoginn, sko. Já. Náttúrulega bara einhverjum x árum eldri. Já. En þetta er ekki Kópavoginn, sko. Þeir náttúrulega eru sérstakir þessi vina kreðstað þarna. Já. Og þeir dýrka þetta, bara í einlægni, þeir elsku þetta, sko. Já, og þeir eru líka eins og við vorum með flottulega keppnina á 5. daginn við Hjörvar. Já. Og það átti sem sagt að því að sjómannadagurinn á sunnudaginn og já, aftur óskum við öllum sjómunum til að mikið með daginn í gær. Já, svo sannlega. Já, og það átti sem sagt að þemað að vera sjómannathema. Já. Og Hjörvar Hafliðason setti á Captain Hollywood Fly So High. Nei. I fly so high. Þeir eru sjómenn landsins. Og það voru nokkri sjómenn sem ringdi inn sem voru bara að vara við. Þetta er ekki fara á eitthvað ballið eitthvað í kvöldi, þú verður lamin. Þú verður bara eyðilagur. Hvaða sjómaður hlustar á? Engin. Captain Hollywood, Fly So High. Það er engin að hlaða í Captain Hollywood Project. Og hann var líka hérna, minna lægið var í gangi, þá var hann bara svona skjóta byssum og fílaði tællur. Já, það er líka, þú veist, tónlistasmekkurinn og það er bara margt með þess að drengir, kvikmyndasmekkurinn líka, sko.
Já, þeir eru alveg eins þar, þeir eru að segja það. Það er bara bissa og eldur á plakatunum, þá eru þið mættir. Það er bara alveg sama hvað það er, sko. Jú, einhver sem búin að hlaði í bissutnar, sko. Já, svo líka, ég sagði hérna við á þann daginn, þeir eru í Sly Stallone klúbb. Sko, Sylvester Stallone fyrir mér er algjört legend. Ég dyrka Rambo og dyrka Rocky og, veist, er ekkert að rakka hann niður. Á Óskarsvölum fyrir handritið af Rocky. Rétt, hann fekk Óskar. En ég sagði daginn hérna bara að þetta væri orðið hálf sorglegt með andlitið á honum, hann var erfitt með að sína svipbrigði. Það er aðeins búið að fara í aðgerðir, sko. Já, þá vildi Egill meina að hann hefði aldrei farið í Botox, bara búin að halda sér í formi. Já. Hefur þið séð andlitið á manninum? Hann bara farið, sko. Já, og þetta gerist ekkert að þú ert ekki að... Egill heldur líka, aftur að því, sko, heldur líka sér góð söngvari, sko. Já, það reyndar, hann fekk KO í andlitið hérna á föstudaginn og kepptu í karaoke. Já, ég heyrði það, maður er og bara, vá, ég kerði hann að sé á einhvern. Ert þú góður að syngja? Nei, ekki, ég gæti ekki kekka lífi mínu. Já. Ég er hræðilegur söngvari, sko. Ég á bara einn vinn sem kann að syngja. Já. Og það er Svessi. Allir, það er enginn í kringum mig sem kann eitthvað að syngja og... Ég held að sé bara, ég er sama vinn. Takk maður. Takk maður. Við höfum sama vinn sem kann að syngja. Já, þeir eru komin með nafn á morgunþáttinn, Mario. Þú veit það líka sniðugt af því að þeir ætla ekkert að tengja þetta við tölvuleiki. Nei. Skýrum þáttinn Mario. Skýrum hann bara Mario. Mario bræður. Við vorum í Game TV. Það er ekki lúðar maður. Þessi gæjar, sko. Já, þetta er ekki hægt. En allavega aftur að þessum kópásbúum hann. Það flýr ekki það sem maður er. Það flýr ekki það sem maður er. Viti, ég ælda þessu upp í mig. Er það tölvulúðarnir? Já, en ef við klárum hérna kópáinn. Aftur að hérna snuður og töru. Þeir hérna. Það er bara eitthvað, ég veit ekki, þetta er eitthvað. Það þarf að fara hans í þetta, sko. Já, en... Það er bara Pitbull og Scooter og Sly Stallone og... Teknotónlist, já, og svo bara byssur og eldur á plakatinu. Byssur og eldur á plakatinu, þá eru á húnunum í Smárabíó, sko. Og ef ég spila til dæmis stundum eitthvað lög hérna sem er mjög flott eins og bara... Segjum bara hérna Coldplay, það er enda kannski ekki Coldplay. Ef ég spila hérna... Hvað heitir það? Radiohead? Já, þá bara missaði sig. Já, þá bara, ég hafði slögt á þessu ógeðslega væli. Bara fúlir. Þeir eru svo jafn harðir. Næja, hér með So High. Fínasta poplag. Þetta er gott lag. Góð platan hennar og... Já, hún og Benton kunnaði þetta alveg. Já. Ég gefa þeim það. Skemmtileg svona 80s-ish sound á þessum. Ég var einmitt að ræða bara hérna daginn, held ég við eiginlega með minnir að lagina Too Late, það er léttilega ekkert orðið bara svona heimsmeillur að mínum að það. Já, sammála því. Núna eftir að slá í gegn maður. Já. Flott stelpa og hendi sér í latexgallan og 80s disco eitthvað og þetta er bara skemmtilegt. Alltaf gerast, en það er hins vegar kæru hlustendur komið að laginu að leiðinni heim og það er vinsælliður hér í þessum þætti og Jón Gunnar fekk að hafa puttan í þessu í dag. Já. Þetta er lag sem hefur aldrei áður verið spilað í FM 95 Blu og þetta er listamaður sem hefur aldrei áður verið spilað í FM 95 Blu. Er það málið? Já, þetta er samt algjör, þetta er eitraða töffari. Þetta er einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Já, en er hann ekki, hann er svona rugglar? Ég held að það sé algjörlega vængjöfn, sko. Já, kallar hann sig prins í dag eða? Ég bara veit ekki, fyrir mér er hann bara alltaf prins. Ég horfði á Purple Rain bara þegar ég var einhver úlingskvikindi eitthvað, sko. Já, ég er ekki að fara að kalla hann tákn. Nei, ég bara, þú veist, Symbol. Nei, bara, hann heitir bara prins. Þetta er bara prins. Hann fór yfirum. Já, bara miklu meir það, sko. Já. Ég heyrði af mönnum sem er svona hafa verið að hérna halda tónleika hér á landu og svona er að tala við hinn og þessa. Já. Og þegar við tala við eitthvað fólk í kringum prins og fólk sem er að vinna með honum sagði að hann væri actually geðveikur, sko. Já, ok, það væri bara ekkert að marka. Hann bara vaknar meðan nætur og vil bleika hann úlvalda og þá bara að freyja eitthvað úlvalda og fljúa honum inn, sko. Hann er ekki eins og grína, sko. Þú veist, fólk sem vinnur með mannum veit hann ekki klikkaður, sko. Bleikan úlvaldan. Já, þetta er líka... Ég segi bara svona, þetta er bara alveg steiktur. Þetta er, ég held að sé svipa dæmi að þú ætlar að fá, bara ég sagði hérna daginn, svo hljómsveit sem ég vil mest sjá í heiminum, Guns N' Roses. Ég myndi aldrei þóra að flytja á inn, því að Axl Rose, það er annar maður sem er gjossanlega farin í hausnum. Alveg, eins og eru frá, ég man líka hvar ég stóð því ég heyrði fyrst bara Appetite for Destruction plötuna. Bara einn besta plata allra tíma. Bara rosalega. Það er öll lögin góðan. Gamli 8 dýranskóla þá, þetta fyrir, það eru upp 300 ár síðan. En hann er steiktur, sko, en líka að fá svona lítið landsins og hvað, kemur til 3 klukkutíma á giggi eitthvað svona og segið finnst ekki vesen, þetta er bara vesen. Og líka sko hlutinni sem hann vill hafa í hérna klefunum hjá sér, það er vist bara eitthvað að grillaðast það sem menn hafa heyrt. Þetta er mjög hressandi hvað hann vill, sko. Já, þannig að það er erfitt að treysta á svona menn en við verðum að gefa þeim það, bæði Prins og Axl Rose, stórkostlega tónlistamenn. Talandi steikta tónlistamenn og bækur sem að þú lest aldrei, að þú lest ekki. Lestu Dirt. Já, Mötley Crüe ævisöguna. Þó þú lesir ekkert annað, þá þú hrekkur upp á. Er það ekki einhver viðbjóður samt? Nei, þú veist, bókin er frábær, sko. Já, þeir voru snar, eða ekki? Já, bara algjörlega, bara smáböld sem urðu bara frægasta rockband í heiminum. Já. Og þetta er bara svona litlar, smásálir, guttar í LA sem bara settu allt í sig og bara lesa bókina, hún er svo skemmtileg, sko. Já. Og þetta er, sko, ég er búin að lesa ævisögur, Zeppelin og
og Kiss og hvað allt saman Keith Richards og eitthvað sko. Það allt bara eins og biblían í samanborið. Já. Þá engin breyk í Mötley Crüe. Já, bara lestu eina bók, lestu Dirt. Ég ætla að tjekka á henni, en hins vegar ætla að spila lagið á leiðinni heim núna. Þetta geggja lag, þetta Prince og það heitir When Doves Cry. Allra besta lag ever. Nú einhverjir sáttur á leiðinni heim. Aðrir að spyrja sig, hver í fjandanum þetta? Við erum áttið gamli menn í okkurnar. Já, ég eldri, takk. En hlustiði nú, þetta hrikalega gott. Það skiptist í tvennt að núti hvað fólk að hugsa núna. Einhver að hugsa Hanna þekki eða á Prince loksins á FM 957. Og svo bara hvað gamli kall þetta með blöð að spila Prince? Það einhverjir rúlingar núna bara, herðu, hvaða gömlu gaurar eru á FM núna maður? Ég var að ríða upp með hlustum þetta frábæra lag sko, að ég og fleiri góð drengir bara vorum, þetta var nýtt sko, þá vorum við bara í stuði. Já, en allavega ríkalega gott lag. Að okkar mati. Af einni bestu plötu allra tíma. Já, Purple Rain eða ekki? Jú. Allir á Spotify. En það hins vegar komið að lokum hér hjá okkur Jónsa í dag. Ég þakka að kella fyrir að hlaupa hér í skarði. Takk sem við leiðis. Alltaf gaman að fá þig. Og alltaf gaman að vera hérna. Við erum búin að fara yfir Víðamöll. Það var Gettu blöð. Þökkum Loga Bergmann kellaði fyrir komuna þar. Svo vorum við Sturla Staðnindi, Barnalandi, netmisnotkunna og annað. Það var allt á sínu stað. Sem stóð upp úr Barnalandinu að það eru 64 á Íslandi sem að, finnst bara ekkert að því að henda í tvist fyrir fram á magasinn. Já, finnst það bara frábært. Já, og bara minnsta mál, sem ekki bara þeir eru fullir. Það voru ykkur 5 sem á hendi það. En svona þetta misjæmt, en það komið að lokum. Takk ég vel á með Rikka G, hann á leiðinni. Verðum með ykkur til 9 kvöld. Svo verðum við Sveppi mættir hér 4 á morgun. Og þar eru fastir liðir eins og venjulega. Takk æðislega fyrir hlustunum í dag og takk aftur fyrir daginn, Jónsi. Takk fyrir mig. Endum þetta á Rottweiler. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bógota, Nókóla, mátt bóka, allt kóka. Kómanin djók svo við köstum dói, rámi kók, drekk mig í gól fyrir 12. Set kokk, ég á spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í háskerp og hátt ég. Eins og Hjörtur Hásir, þessi bás að fá sér. Nóa nópal og nóru tím, nóa vatn og B-vitamin. Stunna shades, rauðu Gatorade, Maradona í eitt steik fyrir og eftirleik. Skítur er drastir reynd, hösl og feys, býð svo heim, smell og dreif og dætt í sleik. Bóta pappa, stráka grei og laumi gei, seg ekki breyk. Ó nei homie, ég svo self-made. Ó nei homie, ég svo self-made. Ó nei homie, ég svo self-made. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kettlingar og kúlum, kettlingar og kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar og súlum. Kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kettlingar og kúlum, kettlingar og kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar og súlum. Hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar og súlum. Þú veist hvernig við rúlum. Þú veist hvernig við rúlum. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvaða er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Shell og Bílaklúbbur Akureyrar kynna. Shell bíladagar 2013, dagana 14. til 17. júní á Akureyri. Keppt verður á sérhannaðri keppnisbraut. Götuspyrna, drift, Auto X, Burnout, græjukeppni og bílasýning. Tryggðu þér miða á næstu þjónustustöð Shell eða á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar á ba.is. Shell,
Fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Jim Beam og Reykjavík Inc. kynna í 8. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Við á Glow höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Nú býst áskrifendum Stöðvar 2 að eiga frábæra stund með fjölskyldinu í skemmtigarðinum í Smáralind á sérstökum vildar kjörum. Áskrifendur geta keypt fjölskyldukort skemmtigarðsins á 50% afslætti. Fjölskyldukortið hljóður upp á 6.000 króna inneign í skemmtigarðin en vildar áskrifendur fá það á aðeins 3.000 krónur. Tilboðið gildir alla daga. Kynntu þetta og fleiri spennandi vildartilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 vild snillt. FM. Það er nú FNÍ blöð búinn þennan mánudaginn. Klukkan er orðin 6. Ingvi Eystins mættur í stúdíóið. Ég og þú erum að vera saman til klukkan 9 í kvöld. Byrjum þetta á þessu hér.